þegar við hugsum krossfestinguna, þá harmleikur oft það fyrsta sem kemur í hugan. En hvað ef það ekki öll að sagan? Hvað ef hún í raun sigurganga? Við skulum kafa ofan í guðfræðina á bakvið pálmasunnudag til að sjá hvernig biblíutextarnir sýna okkur þversagnakendan sigur, mitt í þeirri allra dýpstu þjáningu. Já, hvernig getur hrópum yfirgeflingu í raun verið sigursongur? Þetta kjarninn í þessari þversögn. Til að leysa þessa gátu þurfum við að skoða 3 lykiltexta. Þegar við lesum þá saman, þá birtist allt önnur og miklu dýpri mynd. Við byrjum á fyrsta textanum okkar, sem kemur frá spámanninum Jesaja. Hér kynnumst við persónu sem algjör lykill að því að skilja píslasöguna. Þetta þjón Guðs. En hver var þessi þjón svona upprunalega? Sko, þegar Jesaja var að skrifa þetta, einhvern tímann á 7. öld fyrir Krist, þá var hann auðvitað ekki að hugsa Jesú. Hann var að tala til sinnar eigin þjóðar sem var í útlegð. Ísrael var þessi þjón, kallaður til að vera vitni Guð, jafnvel í miðri þjáningu, og styrkur þjónsins. Hann kom ekki úr honum sjálfum, heldur úr því að hlusta á Guð og treysta á hann. Og þessir eiginleikar segja okkur svo mikið. Þetta ekki mynd af einhverju ofurhetju sem sigrar með valdi. Þetta mynd af þrautsegju sem sprottin bind ykkur trú. Að hlusta í raun bara annað orð yfir það að treysta. Og andlit sem hart sem stein, það ekki tákn froka, heldur óhagganlegt tröst á því að Guð muni koma til björgar. Þetta styrkur sem finnst í algjöru trúnaðarsambandi. Allt í lagi. Förum nú yfir í hvernig fyrstu kristnumenn tóku svo þessa grumlu persónu úr Gamla testamentinu og notuðu hana til að skilja hvað var eiginlega gerast í píslasögunni. Þeir sá nefnilega Jesú sem hina fullkomnu uppfyllingu á þessu hlutverki þjónsins. Þannig að kristin guðfræði tekur þessa mynd af þjáaþjóninum og leggir hana beint yfir Jesú. Alveg eins og Ísrael var kallað til að vera vitni í Babylon, þá lítið svo á að Jesús hafi fullkomnað þetta hlutverk með því að opinbera kærleika Guðs einmitt í gegnum sína eigin þjáningu. Og þá krossin ekki endirinn, heldur hápunkturinn á þessu guðlega verkefni. Þetta leiðir okkur svo beint af frægustu orðunum sem sögðu voru á krossinum. Við fyrstu heyrn hljóma þau eins og hrein og klár örvetting. En þegar við skoðum upprunalegt samhengi þeirra, sem í Sálmi 21, þá kemur eitthvað allt annað og alveg magnað í ljós. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Já, þetta hljómar eins og hróp einhver sem búin að gefast upp. Það erfitt að heyra þetta öðruvísi. En það ekki alltaf allt sem sýnist. Og akkurat hérna vendipunkturinn. Þetta sem við lítum oft á sem lokaorð örvendingar í raun og veru bara uppafið á bæn. Til að skilja hrópið verðum við að þekkja allan sálminn. Sko, sálmurinn það sem kallað ex voto sálmur. Það bæn þar sem maður þakkar fyrir björgun. Og uppbyggingin alltaf svo sama. Fyrst hryllingunum leyst, síðan hrópað til Guðs í neyðinni, en svo endar sálmurinn alltaf, og þetta lykilatriðið, á þakkargjörð. Þakkargjörð fyrir björgun sem sá sem biðir treystir að muni koma. Sálmurinn endar sem sagt á sigri. Þannig að upphafsþrópið ekki merki efa eða örvæntingu. Það upphafið á bæn sem flutt í algjöru trösti. Þetta hróp þess sem, jafnvel í svartasta myrkrinu, veit að Guð mig svara. Þjáningin alveg raunveruleg, en tröstið sterkara. Jæja, þá komið að 3. og síðasta textanum sem guðfræðileg útskýring frá Páli postula. Hún lýsir hinni guðlegu rökfræði á bakvið þetta allt saman og gjörsamlega umtörnar okkar hugmyndum vald og dýrð. Pál útskýrir hér hugtakið kenosis sem þýðir sjálftæming. Og kjarnin þessi, guðdómurinn birtist ekki í valdi og tign, heldur í þjónustu, auðmjúkt og kærleika. Jesús, sem Guð, velur að halda ekki í sína guðlegu stöðu, heldur að gefa hana frá sér, af fúsum og frjálsum vilja. Og þetta rosalega mikilvægur punktur í guðfræðinni. Upphafning Jesú eftir dauðan ekki einhvers konar verðlaun fyrir að hafa staðið sig vel. Það væri rökfræðin útreikningsins, þú gerðir þetta, þá færðu hitt. En Páll að tala allt aðra rökfræði, rökfræði náðarinnar. Allt frjálsgjöf. Upphafningin ekki laun fyrir þjáninguna, heldur hinn eðlilega afleiðing þess að guðlegur kærleikur gefur sjálfan sig. Allt í lagi. Drögum nú alla þessa þræði saman og skoðum píslarsöguna sjálfa.
Þar sjáum við nefnilega þessa ótrúlegu kaldhæðni þegar hið sanna sjálf Jesú opinberað ekki af fylgjendum hans heldur af þeim sem stóðu fyrir utan. Hápunkturinn byrjar hér. Fyrsta viðurkenningin kemur frá konu Pílatasar sem var alls ekki fylgjandi Jesú. Hún segir að hann sé réttlátur maður á meðan valdhafararnir að dæma hann. Síðan kemur titillinn konungur. Pílatus lötur skrifa þetta á krossin, eiginlega til háðingar, en án þess að átta sig á því hann að segja sannleikan. Valdhafi Rómverja óafvitandi að lýsa yfir konungdómi þess manns sem hann að taka af lífið. Og svo, alveg í lokin, við rætur krossins kemur æðsti títillinn, sonur Guðs. Og þessi orð koma ekki frá æðstu prestunum eða lærisveinunum, þau koma frá rómerskum hermanni, hundrashöfðingja, sem verður vitni að dauða Jesú. Þetta trúarjátning sem markar upphaf trúarinnar utan gyðingdómsins. Og þetta kjarni málsins. Krossfestingin ekki ósigur heldur sigur. Það akkurat á þessu augnablikki í algjöru valdaleysi og niðurlægingu sem guðlegur kærleikur að fullu opinberaður og viðurkendur. Þetta hinn þversagnakendi sigur. Þannig að frásögnin af Pálmasunnudegi skilur okkur eftir með þessa stóru spurningu. Hvað þýðir það í raun og veru þegar hið æðsta vald birtist ekki í styrk, heldur í kærleika sem gefur sjálfan sig?